Komið sæl gott fólk, velkomin á hádegisfund að hausti. Það eins og við viti kennsla farin af stað allstaðar og það virkilega gaman og gott að fá tækifæri til að fara yfir önnur stór viðfangsefni innan skólans. Og svona sem sárabætur fyrir að hafa af ykkur hádegi að þá verður búið upp á vatn og brauð hér á eftir. Ef við byrjum á því að svona átt okkur á umfangi starfseminnar að þá stúdentafjöldin, hann í kringum 14.000, við fáum endanlegar tölur 20. október, en þetta svona stærðar gráðan. Og eins og við vitið að þá alltaf meðal nýnema, það rokkar upp og niður, svolítið milli deilda, hvort það fjölgun eða fækkun, en að þessu sinna þá var mest áberandi fjölgun í deildum á borð við, eða greinum á borð við tölvunarfræði, hugbúnaðarverkfræði, mannfræði, leikskólakennarafræði og í þverfræðilegu námsbrautunum bæði lýðheilsu og umhverfis- og auðlindafræði. Fræðisviðs forsetar, það eru 2 ný sem að tóku til starfa í sumar, Jóhanna Einarsdóttir á menntavísindasviði og Daði Már Kristófersson á félagsvísindasviði. Deildarforsetar, þeir eru rauðmerktir þeir sem að tóku við núna 1. júlí, að öðru leyti hópurinn eins og í fyrra. Og það þarna af deildarforsetum eru 8 konur og þær hafa nú stundum verið fleiri, en það má nefna að forsvarsmenn þverfræðilegu einingana, bæði lýðheilsu og umhverfis- og auðlindafræði, það eru konur. Nokkrir atburðir frá sumrunu, það var náttúrulega útskriftin okkar í júní, alltaf stór hátíð. Ég vona að þið hafi séð þættina Fjársjóður framtíðar sem voru sýndir í júní og júlí og fjalla vísindin í skólanum. Þeir verða endursýndir í vetur eftir áramótin og það áhugi á að sýna þá á Norðurlöndunum sem auðvitað mjög skemmtilegt. Háskóli unga fólksins var haldinn að venju með þáttaka og það var ánægilegt að það voru sérstaklega styrktir, börn innflytjenda voru sérstaklega styrkt til að taka þátt og það var nýherji sem að gerði það. Við fengum góðar heimsóknir og heiðurs doktors afhending til Guðbergar Bergssonar af hálfu deildar erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda. Finnlandsforseti kom í heimsókn og Evrópumálaráðherra Bretlands. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna var hér í heimsókn, Ban Ki-moon, og það var auðvitað stór viðburður hér í skólanum. Afreks- og hvatningarsjóður Friðrika Harðardóttir hefur tekið við sem forstöðumaður skrifstofu alþjóðasamskipta. Það var haldið upp á 80 ára afmæli íþróttakennaramentunar á Íslandi á Laugavatni í vor og síðasta myndin, hún reyndar núna frá bara síðustu viku, en það gaman að varpa ljósi á svona samfélagslega ábyrgð sem að stúdentar sína. Þó það snúað lús. En mér skilst að það hafi verið beðið að hjúkrunarfræðinemar kæmi í fleiri skóla í framhaldinu. Styrktarsjóðir eru okkur náttúrulega mjög mikilvægir og þarna eru nokkur dæmi úthlutanir til stúdenta og vísindamanna af styrktarsjóðum Háskóla Íslands. Vildi nefna sérstaklega að við endurnýjuðum í sumar samstarfssamning, heildarsamning við University of California, Santa Barbara og það sem mjög spennandi við þessa endurnýjun að það var gerður viðbótarsamningur, sérstakur samningur milli verkfræði og náttúruvísindasviðs hér hjá okkur og samsvarandi einingar hjá UCSB. Og með þessum samningi þá gefst 20 nemendum við verkfræði og náttúruvísindin hér hjá okkur, 10 í grunnnámi, 10 í framhaldsnámi, kostur á að taka hlut af sínu námi við UCSB án þess að greiða skólagjöld
og auk þess geta þau sótt ferðastyrki. Á móti tökum við á móti nemendum í jarðvísindum og þau koma hér í sumarnám næsta sumar. Þetta auðvitað skapar stórkostleg tækifæri fyrir okkar nemendur og það í undirbúningi viðbótarsamningar af þessu tagi við félagsvísindasvið og við hugvísindasvið. Aðrir samstarfssamningar sem við undirrituðum í sumar, það var annars vegar við Matís ásamt landbúnaðarráðherra og menntamálaráðherra. Þetta auðvitað stór samstarfsaðili og þarna voru við að endurnýja samning og gera hann víðtækari og síðan við Landsvirkjun vegna endurnýjanlegra orkugjafa styrkur samtals upp á 40 milljónir. Það mikið að gerast varðandi starfsemi vísindagarða Háskóli Íslands, EHF, hér á þar sem við kallum vísindagarðalóðin sem afmarkast annars vegar af íslenskri erfðagreiningu og hins vegar af Oddagötu, sem sagt Njarðargötu og Oddagötu. Og fyrsta lagi að þá verið að taka í notkun í haust nýja stúdentagarða sem hafa risið á lóði vísindagarða og þarna eru glæsileg herbyrgi og stúdíó íbúðir og man langar mest til að vera stúdent aftur þegar maður sér þetta. Og það búið að taka í notkun sem sagt helmingin og hinn helmingur verður tekin í notkun áramótin. Og þetta auðvitað partur af svona konsepti vísindagarða að stúdentagarðar séu á lóðinni ásamt atvinnustarfsemi og í nánum tengslum við háskólastarfið. Vísindagarðar nýtti forkaupsrétt að Sturlugötu 8 sem betur þekkt sem Hús íslenskrar erfðagreiningar og það eins og ég segi það stendur yst á vísindagarðalóðinni sjálfri og þetta var fjármagnað með yfirtöku lána sem að hvíla á húsinu og Íslensk erfðagreining með langtíma leigusamning sem í rauninni nægir til afborgana af lánunum. Þannig að þarna var tækifæri nýtt fyrir skólan að eignast með tímanum þetta húsnæði og það ekki gert ráð fyrir við gerum ekki ráð fyrir að þetta hafi nein áhrif á aðrar framkvæmda áætlanir vegna fjármögnunar eins og ég var að lýsa. Það í undirbúningi samstarfssamningu við Reykjavíkurborg. Það mjög algengt erlendis þar sem eru vísindagarðar að þeir eru reistir í samstarfi háskóla, atvinnustarfsemi og viðkomandi borgar og Reykjavíkurborg hefur mikinn áhuga á að slást í för og vinna þarna með. Það stórt verkefni þar fyrir utan í undirbúningi á vegum vísindagarða og það við lyfjafyrirtæki sem heitir Alvogen og samningurinn gengur út á byggingu lyfjaþróunarseturs á lóð vísindagarðana. Það ekki alveg búið að ganga frá samningnum en við vonumst til að hann sé á loka sprettinum. Það verður að segjast að það alþjóðleg samkeppni að draga fyrirtæki eins og þetta til starfa í samstarfi. En við vonum eins og ég segja að þetta verði þessu ljúki núna bara á næstunni og þá getum við kynnt það formlega. Og bara svo allir séu upplýstir það hvað þetta þýðir fyrir háskólasamfélagið. Það þýðir auðvitað nánd atvinnustarfsemi við deildir skólans og stúdenta, tækifæri fyrir stúdenta. Það mikill áhugi hjá öðrum fyrirtækjum og stofnunum að koma hingað líka á lóðinu og það alveg ljóst að það verið að sækjast eftir nánd við bæði vísindamenn, kennara og stúdenta í mörgum greinum. Og tekjur sem þannig skapast af lóðinni nýtast til rannsókna, nýsköpunar, uppbyggingar, háskólasvæðisins í heild, þannig að það græða allir á þessu. Stofnun Vigdísar, af stofnuninni það helsta frétta hvað varðar húsnæði og svona starfsemi að það voru tímamót í júní þegar Vigdís fór til Parísar og þar var hjá UNESCO undirritaður samningur að alþjóðleg tungumálamiðstöð innan hugvísindasviðs
fái leyfi til að starfa undir formerkjum UNESCO, menningar- og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Háskólinn í Bergen hefur nýlega gefið vilyrði styrk til starfsemi miðstöðvarinnar og eins og þið vitið að þá hönnun lokið á nýbyggingu fyrir stofnun Vigdísar, Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, en það unnið að því að ljúka fjármögnun. Nú þá kem ég að stóra málunu, stærsta málunu þetta sem að snýr að starfi skólans, það eru fjármálin. Og mér langaði aðeins til þess að rifja upp fjárlaga frumvarpi 2013 bara til þess að svona varpa ljósi á hvernig þessi vinna fer fram. Það þannig að á hverju vetri í febrúar að þá sendir skólinn inn fjárlaga erindi þar sem koma fram áherslur skólans varðandi fjárlaga frumvarp næsta árs. Og síðan fjárlaga frumvarp lagt fram í október og þetta upplýsingar frá frumvarpinu sem lagt var fram síðastliðinn október fyrir árið 2013 og þá leit þetta þannig út í krónutölum talið að hækkun milli ára var rúmlega 900 milljónir, 9,7% hækkun, 10 milljarðar rúmlega og síðan var gerð krafa 1% niðurskurð, hagræðingarkrafa upp á 1% sem gerði 108 milljónir og síðan höfðum við lagt höfuðáherslu á að fá greitt með öllum nemendum og í frumvarpinu var auka framlag upp á 124 milljónir vegna þessa og síðan í þriðju umræðu að þá fengust 70 milljónir aftur vegna umfram nemenda ígilda og þá upphæð notaði skólinn innanhús til að hækka lægsta reikniflokk. Í annarri umræðu að þá fékkst hækkun á 5. reikniflokki upp á rúmlega 100 milljónir. Þegar allt talið að þá var raunhækkun milli ára 200, kannski tæplega 200 milljónir sem gerir 1,7% og þetta var í fyrsta sinn eftir efnahagshrun sem að var raunhækkun á fjárveitingum til skólans. Þar fyrir utan að þá fengum við hækkun í aldarafmælissjóð. Það mikilvægt að átta sig á því að hann ekki talinn með þegar við erum að tala rekstrarfé skólans. Hann sér og framlag til hans hækkaði 150 milljónir og var samtals 400 milljónir fyrir árið 2013. Varðandi fjárlaga frumvarpi núna 2014 sem verður lagt fram í október að þá eru svona megin línur sem að við höfum haft varðandi málflutning skólans. Í fyrsta lagi, eða það kannski ekki hægt að segja í fyrsta lagi en þetta allt jafn mikilvægt, en við höfum lagt áherslu á hversu mikil árangur hefur náðst, bæði í kennslu og vísindum þrátt fyrir erfiðar aðstæður. Starfsfólk hefur lagt á sig auka álag og sýnt mikil metnað í að láta starfsemina ganga eins vel og kostur Stúdentar hafa líka, verður að hafa það með líka, stúdentar hafa virkilega lagt sig fram. Nú síðan alveg augljóst að alþjóðleg staða skólans hefur styrst gegnum matið hjá Times Higher Education. Við finnum það í viðhorfi bæði stúdenta og erlendra gesta sem koma hér og þetta hjálpar okkur til að skapa tækifæri fyrir okkar stúdenta. Það engin spurning og ég finn það á ráðamönnum að þeir hafa skilning á því hvað fólk hér innan skólans hefur lagt á sig til að ná auknum árangri og hvaða máli hann skiptir þessi árangur fyrir samfélagið. Og við höfum alltaf haldið okkur innan ramma fjárlaga, það má ekki refsa okkur fyrir það. Sértekjuhlutfall mjög hátt, bæði miðað við opinberar stofnanir og miðað við erlenda háskóla, það 3/3. Það ríkisframlag 2/3 og sértekjur 1/3. Síðan höfum við lagt mikla áherslu á að benda á að vísindastarfið að draga að
fyrir utan hvað vísindin leggja til samfélagsins, að þá eru þau að draga líka að verulegar gjaldeyristekjur og þetta leiðir til nýrra starfa. Og það er mjög áhugavert að sjá hversu mikið er að koma gegnum ykkar vinnu úr alþjóðlegum samkeppnissjóðum. 1,4 milljarðar á síðasta ári, það er 1/10 af tekjum skólans og þarna er bara talið þar sem fer í gegnum bókhald háskólans. Það er örugglega annað eins, þó við höfum ekki nákvæma tölur, það er örugglega annað eins sem fer í gegnum aðrar stofnanir þar sem starfsfólk háskólans tekur þátt í styrkumsóknum. Og síðan varðandi sprotafyrirtæki, að það er sprotafyrirtæki sem hafa orðið til vegna rannsóknarverkefna kennara og stúdenta. Veltan er milljarður og þarna eru 150 störf. Og við höfum lagt áherslu á það sem að hagfræðingarnir segja okkur, að það eru fáar fjárfestingar sem að gefa meiri samfélagslegan ávinning en einmitt fjárfestingar í vísindastarfi og þróun. Nú síðan í okkar fjárlaga beiðni að þá eru sérstakar áherslur á að fá greitt fyrir alla nemendur. Það vantar ennþá upp á 100 milljónir til að svo sé. Bætt launakjör, við höfum náttúrulega verið í viðræðum við fjármálaráðuneytið í allt árið og höldum því að sjálfsögðu áfram að leggja áherslu á þetta. Nú það eru reikniflokkarnir og síðan aðstoð við nemendur sem þurfa sér úrræði, þetta er svona aðal áherslupunktar, og síðan að ákvæðum aldarafmælissjóðs verði fylgt eftir, að framlagið aukist 2014 300 milljónir, verði 700 milljónir og það sem skiptir ekki síður máli að viðræður stefnu varðandi tekjur skólans hefjist 2013 eins og gert var ráð fyrir í samningnum aldarafmælissjóðinn. Og aðeins bara til upprifjunar að þá í samningi sem við gerðum aldarafmælissjóðinn að þá var markmið hans var efla rannsóknir og nýsköpun í þágu íslensks samfélags og það var tvennt sem var afar mikilvægt í þessum samningi. Það var annars vegar að það voru fyrst gert ráð fyrir framlögum til ársins 2014 upp á 1,5 milljarð og síðan var ákvæði þess eðlis að á þessu hausti þá verði unnin áætlun hvernig tekjur skólans geti orðið sambærilegar við meðaltal OECD-ríkja og svo meðaltal Norðurlanda. Og þessi samningur er árangurs tengdur og við auðvitað höfum lagt mikla áherslu á að þessi ákvæði héldust og það var mjög ánægilegt að það fór inn í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar mjög ákveðin setning að fylgja ákvæðum samnings aldarafmælissjóð. Og rauðletraði þarna í víðtækri sátt að skipti gríðarlega miklu máli upp á það að ná samningnum aldarafmælissjóð að það var víðtæk sátt á Alþingi. Það var víðtæk sátt allra flokka og þess vegna líka var möguleiki að ný ríkisstjórn tæki þetta upp í sinn sáttmála. Það var í ljósi þessarar sáttar milli flokka. Ráðherra mennta- og menningarmála ráðherra hefur staðfest að þessi vinna varðandi framtíðar stefnumótun að hún muni fara á stað núna fljótlega. Varðandi hækkun framlags að þá vitum við það ekki ennþá fyrir í byrjun október en við vonumst til að þetta styrki. Það eru auðvitað allt í uppnámi varðandi fjárlagagerðina eins og við vitið. Allir liðir í uppnámi en við vonumst til að þetta ákvæði í stjórnarsáttmálanum tryggi það að hann verði ekki skorinn. Og örfá orð hvernig sjóðnum hefur verið ráðstafað hingað til.
Það kom fyrsta framlag 2011 þegar samningum var gerður og upp á 150 milljónir, hann fór beint til fræðasviðana 5 og var ráðstafað í samræmi við forgangsröðum hjá sviðunum. Síðan hefur verið úthlutað í svona skipti í fernt. Fyrsta lagi beint til fræðasviðana og þá notað eftir forgangsröðun á hverju sviði fyrir sig og þetta hefur leitt til nýrra starfa í mjög mörgum greinum, leitt til þess að það hefur verið hægt að laga kennaranemenda hlutfallið á ýmsum stöðum. Nú síðan það sem við köllum nýliðunarsjóður og hann beinist aðalega gegn að því að fá ungt hæfileika ríkt fólk til starfa í skólanum og það hafa verið auglýst 10 postdoc-störf, það eru 67 umsóknir, þetta bara rétt að gerast þessa dagana og auglýst 7 lektorastörf og þarna er að ræða, ég sagði að hefði verið ráðið inn á fræðasviðinu, þarna er auglýst, háskólinn auglýsir í heild og síðan eru það bestu umsóknir sem að fá brautargengi og gerum ráð fyrir að fara minnst á kosti 1 starf á hvert svið. Og það bárust eins og við sjáum 250 umsóknir um 7 lektorastörf. Þannig að þarna er auðvitað mjög mikil samkeppni. Nú innviðasjóður, honum hefur verið úthlutað til fræðasviðana og þau notað eftir sinni forgangsröðun til að efla stoðkerfið, reka rannsóknir, kaupa tæki, hugbúnað, bækur og svo framvegis og síðan er pottur sem að gerir ráð fyrir sameiginlegum verkefnum sem nýtast öllum og já, þannig að þetta er svona skipti í fernt. Ég heyri oft að fólk saknar þess að við séum ekki háværari í fjölmiðlum varðandi fjármálin hjá skólanum. Við höfum markvisst kosið að flytja okkar mál ekki gegnum fjölmiðla, heldur í víðtækum kynningum og samtölum við bæði ráðamenn og innan stjórnsýslunar og við teljum að það hafi skilað okkur árangri. Þetta er allt spurning strategíu og hvað maður telur að beri mestan árangur og þetta hefur verið okkar skoðun og við höfum hagað okkur eftir því. Það var alveg ljóst til dæmis með aldarafmælissjóðinn að hann var ekki fenginn í gegnum fjölmiðla. Það stóð til að gefa háskólanum í aldarafmælisgjöf prófessorsstöðu tengda nafni Jón Sigurðssonar og þetta var mikil barátta en hún fór fljótt. Ég nefndi áðan þessa erlendu styrki sem að komin í skólan og í mörgum tilfellum gera gæfumunin á því að hægt að halda áfram að stunda rannsóknir þrátt fyrir erfiða tíma. Þetta eru örfá dæmi, þannig og það ekki víst að öll nöfn tengd verkefnunum séu á glærunum, ég bið ykkur afsökunar á því, þetta aðalega til þess að leggja áherslu á hvað þetta stórkostlegur árangur og hvað þetta skiptir miklu máli fyrir skólan. Þarna eru jarðvísindi, stórir styrkir, hugbúnaðarþróun innan tölvunarfræðinnar, hagfræði, fötlunarfræði, umhverfis- og byggingarverkfræði, eðlisfræði, menntavísindi, stjórnmálafræði, lyfjafræði. Þarna að koma inn 3 Marie Curie styrkir og eru í samningaferli þannig að upphæðirnar eru ekki alveg komnar en það er ljóst að hver styrkur fer hátt í 100 milljónir. Og síðan er rafmagns- og tölvuverkfræði og læknisfræði. Þetta er nokkur dæmi styrki sem hafa fengist í mjög harðri samkeppni. Já. Ég alveg að vera búin. Og
síðan eru auðvitað stórkostlegir hlutir að gerast í heimi vísindana. Þarna eru dæmi 2 greinar sem að birtast í Nature, verðlaun fyrir áhrifamestu greinin á sviði fjarkönnunar á tímabilinu 2008 til 12. Jón Atli Benediktsson, prófessor í rafmagns- og tölvuverkfræði. Nú heildarkortlagning á Reykjaneshrygg, þetta er stórt, mjög umfangsmikið verkefni sem að fara af stað. Framgangur í starfi 1. júlí, það voru þó nokkuð margir sem að fengu framgang og nefnin þeirra eru þarna. Ég veit að þið hafið ekki kannski tíma til að lesa, en ég varpa þessu upp til fróðleiks. Áhersluverkefni í skólanum fyrir þennan vetur, þau fara eftir framkvæmd stefnunar. Stefnan er til ársins 2016 og við göngum á liðina eftir því sem að hægt er til að koma þeim í framkvæmd. Þannig við notum stefnuna sem virkt stjórntæki, þannig að áhersluverkefni á hverjum vetri taka mið annars vegar af stefnunni og þeim markmiðum sem þar eru sett fram, og síðan öðrum verkefnum sem að kannski er ekki beinlínis í stefnunni en sem við teljum mikilvægt að draga fram. Og þetta er dálítið mikið, ég hef tekið bara nokkur dæmi úr köflunum. Stefnan er í 4 köflum, fyrst rannsóknir á nýsköpun. Ég ætla bara rétt að hafa þetta upp á skjánum í stutta stund, en benda ykkur á að Háskólaráð hefur samþykkt starfsáætlun fyrir veturinn og þið getið fundið hana gegnum síðustu fundargerð Háskólaráðs. Og þarna er rannsóknir á nýsköpun og þróunar og samstarfsverkefni þarna líka, og eins og þið vitið að þá höfum við verið að leggja áherslu á aukið samstarf við rannsóknarstofnanir, fyrirtæki, söfn og aðra háskóla og sömuleiðis að efla tengsl við atvinnulíf í víðum skilningi í öllum greinum skólans. Og ég held að það hafi náðst árangur þar, en þetta er eitthvað sem við þurfum alltaf að sífellt að huga að. Síðan er það nám og kennsla, kafli númer 2, og þar eru miklu fleiri átaksverkefni en þau komast ekki fyrir á glærunni, þannig að þetta er svona sýnishorn. Mér langar að segja eitt í sambandi við kennslu, að ég er að heyra virkilega skemmtilega, það er náttúrulega bara kannski ad hoc svona sem ég heyri, en mjög skemmtileg dæmi hvernig kennarar eru að leggja sér fram að nýta tækniframfarir til að breyta kennslu og líka ekki bara tæknina, heldur ég er að heyra líka af umsjónakennurum sem að leggja á sig að samhæfa kennslu milli kannski stundakennara og þannig að það sé samhæft. Einn kennari sem fer í námskeiði veit hvað næsti talar þegar hann kemur. Þannig að það flæði vel saman og sé sem minnst endurtekningar. Það eru vefnámskeið sem að komin eru í gang, til dæmis í tölfræði. Nú það var gaman að lesa svona case-based kennslu í viðskiptafræði deildinni og svo framvegis. Það er mjög gaman að fylgjast með þessu, og það væri gaman að hafa fund þar sem við gætum miðlað þessu milli kennara. Mannauður, 3. kaflinn, ábyrgð gagnvart samfélagi, heimi, og síðan upplýsingamiðlun. Við erum alltaf að reyna að bæta upplýsingamiðlun, bæði gegnum vefun, gegnum fundi, gegnum fundargerðir, en það má alltaf gera betur og gott að fá ábendingar hvernig við getum gert það betur að miðla upplýsingum. Nú byggingar, verkefni og nýframkvæmdir. Ég vona allir hafi tekið eftir viðbyggingunni við Háskólatorg sem lauk núna fyrir haustið.
varðandi hús íslenskra fræða þá vitum við ekki hvert framhaldið verður. Við vonum svo sannarlega að verði ekki stórt gat hér í jörðinni hinum megin við götuna, en við erum frekar vongóðum að þetta verkefni haldið áfram vegna þess að sá hluti starfseminnar sem mun hýsa íslensku menningadeild innan Háskóla Íslands, fjármagnað af happdrætti Háskólans, þeir peningar eru til, við erum búin að gera ráð fyrir þeim, þannig það verða að nýta þá núna í fyrstu áfanga og það var í rauninni gert það samkomulag að til þess að byrja í fyrra að fyrst kæmi framlag frá happdrættinu og síðan kæmi ríkið með sitt framlag vegna stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum sem sjálfstæð stofnun innan ráðuneytisins, menntamálaráðuneytisins. Spítalinn, við vonum það besta þar en við vitum ekki svarið hvert framhaldið verður á því verkefni og þetta auðvitað snertir okkur mjög sterkt bæði spítalans vegna, heilbrigðisþjónustunnar vegna og vegna kennslu okkar í heilbrigðisvísindum og eins og þið vitið að við gerum ráð fyrir að heilbrigðisvísindadeildir okkar verði næsta nábili við spítalan, þannig að þetta stórmál fyrir Háskóla Íslands. Já, ég gleymi Ástráður myndinni hér í horninu sem ég ætla endilega að benda á. Þetta túlkunarver sem er staðsett í Neshaga, sett upp fyrir námi í túlkunarfræði. Þetta einn glæsilegasta aðstæð á landinu, myndin kannski ekki alveg nógu góð, en þetta gefur tækifæri til fundahalda, alþjóðlegra fundahalda, gott fyrir ykkur að vita af þessu. Nú síðan er ég bara í lokin, ég nefni norðurslóðarannsóknir sem eitt dæmi verkefni þar sem að markvisst verið að vinna því að draga saman fólk sem að vinna að skyldum verkefnum innan skólans. Norðurslóðir eru mjög gott dæmi þar sem að verkfræði og náttúruvísindarsvið og félagsvísindarsvið aðalega hafa verið að vinna því að samþætta og styrkja samstarf. Hugvísindin það eru greinar innan hugvísinda sem að tengjast norðurslóðarannsóknum líka og þetta skiptir miklu máli. Það eru önnur dæmi sem ég get nefnt, það eru orkuvísindi, það eru milli menntavísindarsviðs, íþróttafræðin og sjúkraþjálfun og næringafræði og heilbrigðisvísindarsviði, fjarkönnun sem að unnið að innan mjög margra greina, sennilega flestar innan verk og nátt, og sjávarútvegsfræði, flestum sviðum, unnin verkefni sem tengja sjávarútvegi og líffræði og sameindalíffræði, lífvísindasetur sem samstarf milli heilbrigðisvísinda og verkfræði og náttúruvísinda og ég get haldið áfram að nefna fleiri dæmi. Þá er ég komin að síðustu glærunni, bara benda ykkur á nokkra viðburði sem framundan eru. Fyrst þarna núna næstkomandi föstudag, að þá gerum við ráð fyrir haustfagnaði starfsfólks á Háskólatorginu og ég vona að þið sjáuð ykkur fært að mæta og blanda geði við félagana milli klukkan 4 og 6. 3. október þá kemur nýji matslisti Times Higher Education, við krossum fingur og nögum neglur og vonum að við höldumst inn á listanum, en það alveg ljóst að það mjög mikil samkeppni, það vilja allir komast á listan og samkeppnin harðnar. Við sjáum hins vegar að rannsóknarvirknin og árangur í vísindunum að aukast jaft og þétt innan skólans og það auðvitað alveg glæsilegt. Við auðvitað erum ekki búin að sjá lokatölur alveg fyrir 2012 en það lítur vel út. Ásatíðin 18. október og svo eru þarna nokkrir viðburðir til viðbótar. Og lokum þá langar mig að minna ykkur á að það er þó nokkuð margar gönguferðir sem að voru farnar bæði í sumar og svo núna í haust í samstarfi við Ferðafélag Íslands þar sem að okkar starfsfólk eru leiðsögumenn og benda ykkur á að fylgjast með því. Þetta mjög skemmtilegt. Já, ég hérna með eina nótu fyrirgefið, ég ætla að fara tilbaka.
það var varðandi afhendingu hagnýtingaverðlauna. Ég var sérstaklega beðin að hvetja fólk til að taka þátt í þessu. Það þarf að skila inn tillögum fyrir 25. október og það eru verðlaun í boði. 1.000.000 fyrir fyrsta sæti, 500 fyrir annað sæti og 250 fyrir þriðja. Hvet ykkur til að kynna ykkur. Upplýsingarnar eru á heimasíðu Vísinda- og nýsköpunarsviðs. Það var þessi síðasta og þá þakka ykkur bara kærlega fyrir. Ef það eru einhverja spurningar þá getum við tekið þær. Árum fáum okkur vatnið og brauðið. En ef svo ekki, þá bara þakka ég ykkur kærlega fyrir og mér langar að nota tækifæri líka til að þakka einstaklingum innan skólan sem hafa komið fram með góðar hugmyndir hvernig við getum styrkt fjárhagsstöðu skólans, kannski með nýjum aðferðum og allar uppbyggilegar tillögur eru mjög vel þegnar. Bestu þakki fyrir.